Hvað segðu nú gott í dag? Ég segi allt gott, takk. Þú vantarlega líka. En við ætlum að kveikja einu kerti á. Og síðan þessu hér. Við ætlum að lofa Drottinn smá. Svo tilveran verði ekki grá. Þetta aldrei flott stef, maður. Ég samt ekki sjálf það. Samt ég þetta sjálf. Ég veit það ekki. Ég held ég hef gert þetta á hana kvæðið. Byggir á hinu, ég man nú ekki alveg hvernig þetta var. En þú veist allt þetta. Þannig við ræðum ekki meira það. Hvítt í dag hjá mér við svart, það gott. Góð blanda. Hvítur dúkur, svart skyrta og svartur veggur. Þannig allt smellur þetta nú saman. Við viljum hafa litadýrð í kringum okkur og erum með litadýrðin allt í kringum okkur. En erum við nokkuð svo mikið að taka eftir þessari litadýrð fyrir svo upptekin og áhyggjufull að það ansi margt sem að fara fram hjá okkur vegna alls þessa. Af gæðum lífsins og stundum vöknum við og rumskum við og sjáum hversu lífið nú bara harla gott og það góð stað að vera í. Þannig við þurfum að minna okkur á þetta allt saman. Ef ég geri það ekki fyrir mig, ætlar þú þó að gera það fyrir mig. Eða þú getur svo reynda. Það engin svona trygging fyrir því að það muni takast. En ef ég aftur á móti vakna og sé, þá allar líkur á að það hafi nú tekist í dag. Já, í dag. Gær nefnilega liðin. Og allt saman sem að gerðist í gær að baki og ef eitthvað slæmt gerðist í gær, getur alltaf gerst, þá kannski þarf ég að vinna úr því í dag, en ætla ég að vinna úr því í dag sem annar mál. Þess vegna erum við með orð Guðs til halds og traust sem auðvitað byggir undir allt saman hjá okkur og við erum æ betur í stakk búin á að takast við. Því að það er svo margt sem gerist bara óvænt fyrir okkur. Við áttum okkur einskis íls von, en eru svo á andartaki lentir inn í einhverjum byljum sem við áttum aldrei von á. Þannig að við erum mjög oft algjörlega óundirbúin undir og hvað getum við annað gert? Veit ég framtíðina? Veit ég annað en bara andartaki mitt hér og nú? Ég veit það ekki. En ég á til Jesú og ég á til trú sem að tekur á ýmsu með mér. Já, og undirbýr mig undir ýmislegt sem að mögulega kemur, en þó ekki. En til á ég trú sem vaknar, eða vill vakna þegar eitthvað bjátar á. Og það bjátar oft alls konar á og hver þekkir ekki þetta? Hver þekkir ekki öllu vonbrigðin, alla svokallaða höfnunina, sem oft mestu misskilningur í heimi, það þessi höfnun. Þessi höfnunartilfinninga, það var enginn að hafna, en okkur finnst stundum að okkur hafi verið hafnað. Það ekki rétt hjá mér. Okkur var aldrei hafnað, eða var ekkert endilega hafnað sem er reyndar hafnað, en það ekkert í öllum tilvikum. Ef við getum upplifað það sem slíkt. Þessi og hinn bauð mér ekki góðan dag í dag, hann búinn að hafna mér þessi og hinn. En ástæðan getur nú verið allt önnur, getur nú hreinlega bara að maðurinn hafi gleymt sér. Veitu, þú gleymir þér aldrei, en sumir gleyma sér. Þannig það nú ekki endilega, það alveg til skýringar og öllu, við nennum að vera eitthvað velta okkur upp úr því. Og svo nú líka hægt að vera með sjálfa sig í því lagi. Og lífi kennur okkur nú margt, til að mynda það að takast á við allt svona, allt þetta svokallað óvænta og við
svona byggjum okkur upp með þeim hætti að við erum ekki lengur þetta ofur viðkoma fólk sem að í raun og veru ekkert mátti gerast hjá, það bara rundi í rúmlega veröldin. Það er ekki gott. En það er svo margir sem er að glíma við þetta. Og við fengum frelsara, hjálpara, huggara. Hafa menn velt þessum orðum fyrir sér, frelsari, hjálpari, huggari. Frelsari, frá hverju? Til að mynda frá því að hugsa höfnun, þar sem hún er ekki. Og byggja sig upp þannig að maður sé ekki lengur þetta ofur viðkvæma dæmi sem að gekk og í raun og veru mátti ekkert segja við á að raunin. Farin í fílu heitir það nú í slíka. Sumir eru þar. En þeir þurfa ekkert að vera þar. En þeir þurfa að sjá hlutina réttum augum, bæði ég og þú. Og það getum við. Það getum við einkum eftir að trúin er komin til. Því að hún er hér og nú, í lífinu, er lífið. Og lífið er svona hinsegin og ekki alltaf neitt sérstaklega sanngjarnt, það verður nú víst að segjast eins og er. En er ég þá þessi ofur sanngjarna manneskju allt og alla? Og er alltaf komið fram við mig af sanngirni? Auðvitað ekki. Það er ekki þannig lífið. Ég hins vegar vel sjálfur hvernig ég vinn úr því og þar kemur reynsla til skjalana. Þessi merkilega reynsla sem Guð gefur er með til þess að byggja upp í okkur það sem er svo viðkvæmt. Og þetta er að sárt þegar að vinur eða vinkona eða hvað sem er særir. Við hefum ekki von á því, en svo allt í einu erum við orðin særð af þessu. Af hverju? Ég get lofað þér því að tilefnið er ekkert alltaf neitt rosalega mikið. En þegar við erum þetta viðkvæma fólk, þá gerum við æði oft mýflugu að úlfalda ekki. Er ekki það að vera, það skiptir ekki máli. Við erum að búa til allt annað en er. Og aftur bendum við á þennan veikleika okkar sem Drottinn er alltaf að vinna með og, óvinnurinn er að notfæra sér. Hann elskar að etja mönnum saman. Bara svo verk. Þá er hann mjög ánægður með sjálfan sig þegar hann nær þessu. Og hann veit að það er ekkert rosalega erfitt að ná etjamönnum saman þarna. Og virkjar höfnunina sem býr til alls konar skrautmyndir sem er ekki einu sinni skrautmyndir. Heldur eitthvað og er ekki neitt, heldur og eitthvað bara sem við bjökum til sjálf og svo komum við til vits eins og yfirleitt er. Þá komumst að reyna því líka að þetta var nú enn eitt stormurinn í vatnsglasi. Ég ætla að fá mig vatn. Núna úr klassíkinni, plastglasi. Við elskum allt sem er einnota. En eru kannski ekki alveg elskað einnota eins og var, því að það er náttúrulega mengun, hvað heitir þetta? Já, er þetta ekki að hamfara línun öll að mengunin okkar? Við hendum svo mikið af plastglösum og það er ekkert annað en mengun. Þetta er alveg ráðum með öllu sjálf og við hefum gert hann heima því sem hann er með vitleysunni í okkur sjálf. Hrokanum, mikillætin og stærlætinum. Klárikallinn er alltaf í það og klárikallinn er alltaf að gera eitthvað óskunda af sér sem að hann sá ekki og enginn sá í samtíðinni en framtíðin fékk í hendurnar sem glímu efni. Framtíðin er fyrir framan okkur og við vitum hvað klukkan er akkurat núna. Ég reyndar sé ekki á klukku í augnablikinu. Ég er nú einn af þeim sem hefur ekki gengið með úr í áratugi. En var alltaf með úr hérna áður fyrr. Og kannski ætti maður að fá sér úr.
Við kunnum alltaf verið að vera múr, upptrekt. Svo leit maður gleymd að trekja það. En það allt saman var komin í gott lag því þetta voru nú yfirleitt batterísklukkur og þær þurfti ekki að trekja. Var þetta að skipta þessum batterísúrum, ég man það ekki. Voru þau ónýtt þegar batteríi fór? Nei, já, lítur að vera hægt að skipta batteríið. Ég átti nú bara upptrekt. Fermingarúrið mitt, með óling, tejól. Svo slitnaði öðrum megin af og úrið laka hendin á mér á þess að ég tæki eftir því. Og ég sá það ekki meira. Þá er ég búinn að ganga með það í 14-15 ár. Og það var alveg fínu lagi þegar ólinn klikkaði. Og það læddi sér af höndinni minni á þess að ég yrði þess var. Bömmur auðvitað. Ég held ég að nú farið að leita að því, minni það nú. Ég fann það aldrei. En ég er nú ennþá lifandi og lifði þetta allt saman af og þannig er það líka. Við lifum þetta allt saman af. Við erum búin að lenda í alls konar. Áttum enga þátt í neina að því, við vitum nú hvernig þetta er. En við lifum þetta allt saman af. En núna eigum við onni í þetta trú sem hefur nú breytt töluvörðu fyrir okkur. Og hér fyrir framan mig, mér við sitt hvora hönd, er orð Guðs sem að nærir trúna mína og ég elska að næra, alveg svo ég elska að fá mér að borða. Raunar elska ég meira að næra trúna því að trúin og orð Guðs er mér svo kært, svona partur, þetta er svona hinliðin á mér í dag, en var ekki, og með ég þekkti ekki Jesú og þannig var hjá þér líka. Svo svolítið misjað hvað menn gera trúna sína sér kæra. En ég held að þessi keppikefli ætti að vera keppikefli allra mann og kvenna að gera trúna sér sem allar kærasta því hún vill það sjálf. Hún vill vera mér og þér kær. Og ég ræði því hvort hún verði mér kær og ég get aftur á móti aukið líkurnar á því að hún verði mér áfram þetta kæra og það er hreinlega að grípa bókina. Þessi rauð, er ekki sumar bláar og svartar allavega, já hvítar og til hvítar líka í nokkrum litum. En breytir ekki öllu því að innihaldið er sama, orð Guðs. Og eftir orðið Guðs er einhverjum trúin að leita og bara trúin, þegar fyrir trú, þá varst nú held ég ekkert að velta eins og orðið Guðs fyrir þér. Þú hafðir heyrt talað þá og hlóst í hver skipti og varst að fyndið. En núna ertu ekki hlæjandi að því. Þú tekur þetta með mestu alvöru, að því að þú ert komið svo langt í þessu öllu saman og þú ert farin að sjá að þetta er nú eiginlega gagnlegasta verkið sem þú gerir þar að eiga þetta til. Og þú viðurkennir það líka að þú greiddir ekki fimmering fyrir þessa gjöf sem slíka. En þessi bók, hún er reyndar ekki ókeypis, ekki nema þessi gefin hún, en hún kostar aura. Þannig að það er ýmis kostnaður við að vera í sinni trú. Þú átt bíl, þú rekur hann og þú þarf bensín á bílinn til að komast á samkomu og það kostar eitthvað slatta og skilding að kaupa bensín þannig að þú geti farið þessa ferð og það gerurðu. Af því þú vilt fara á samkomu. Þú eins og ég, við elskum samkomunnar okkar. Og erum ekki lengur á þeim stað, eins og Páll bendir á, að vanrækja okkar safnaðar samkomur, eins og segir sjálfur, eins og sumra er siður. En þar erum við ekki lengur. Við erum ekki einkum og sérilagi að fara á samkomu til að hitta aðra menn, við erum það líka. Við komum það fyrst og fremst vegna þess að þetta er trúarstyrkjandi dæmi, þetta næri trúna mína. Og samfélagið er bara alveg sérstakt að það er uppbyggt af öðru trúum
öðru trúið fólki og verkefni samfélagsins líka að byggja upp vináttu. Það hef ég komist að aflana inn í þessum söfnum, það vinátta. Vinátta? Já, vinátta almennt á milli fólks, mann og kvenna? Nei, það það ekki og söfnurinn bara maður og kona út í bæ. En trúin komin inn og við erum komin með þessa vitneskju í gegnum trúna okkar, hvað vináttan mikilvæg. Ég þarf að byggja upp vináttu og þú þarft að byggja upp vináttu. En ef við erum með manngreinarálit, eins og svo mikið þá byggjum við aldrei upp þessa vináttu. Því að manngreinarálit segir mér, vertu þarna. En vináttan segir, ég vil bara þekkja alla. Og hvort viljum við? Auðvitað viljum við þekkja alla. Þannig við verðum að sleppa manngreinarálitinu og það getur verið strembið verk að sleppa henni. Því get ég lofað þér. Nú segjum við sjálf við erum svo mikil gorgir í okkur. Það nú ekkert minnsta málið af þessu öllu. En það líklega mesta málið af þessu öllu, það fara ekki manngreinarálit. Það mikill þorski, kæru vinir, þegar við komumst á þann stað að manngreinarálit ekki uppi á meðal okkar sjálfra. Hjá mér. Ég þarf að hugsa sjálfa mig þarna. Ég get ekkert ráðið því hvað aðrir gera, en ég get verið með þessi mál á hreinu fyrir mig og ég það. Örugglega ekkert meir en þú og kannski bara jafn mikið og þú. Þú ert ekkert að horfa á hinn fullkomna mann. Við miður þá verð ég nú að viðurkenna það, svo ekki. En þú ert að horfa á mann sem hefur gert orð Guðs að sínu verkefni í raun og veru, sínu daglega verkefni og mann sem hefur tekið þessu alvarlega allar götur. Það honum gefið, það þér gefið, það okkur gefið, en misað hvað við erum að leggja mikla stund á fræði. Og svona þáttur hvatning, þetta eins og ég oft talað og hann ekki þetta, hann ekki bein kennsla upp úr orði Guðs, aðrir sjáum það, en hann einkum og sérlega ábending og hvatning til mín og þín og okkar, lesum Biblíuna. Hættum að afsaka okkur að lesa ekki Biblíuna og gefa okkur alls konar tilefni til þess að gera það ekki. Eitt tímaskortur. Ég segi þér, leyfðu Guð að koma inn í það og ég lofa þér því að hann mun gefa þér tíma til að gera þessi verk. Hann gerir það við mig, sem ég haldi mér bara við. Hann mun líka gera það fyrir þig. Því hann elskar, hvort sem hjá mér eða þér, að sjá mig og þig, hann sér mig núna, gera þessi verk. Þá erum við ekki sonurinn sem sagði þegar faðurinn kom og bað hann handtak. Nei, hann fór á eftir á. Já, og gerði ekki neitt. Við bara förum og gerum þetta. Áhrif. Að við vitum að gerir okkur gott. Þess vegna gerum við það. Og að því að við vitum og reynum að þetta besta verkið af öllu góðum verkum, þá fyrir við að elska að gera þetta. Og þá erum við komin á góðan stað þegar við elskum að gera þetta og hitt verkið. Og ég elska að lesa orð Guðs. Mjög mikið. Og til mig vera alveg þokkalega færan í orði Guðs, og það sé neitt til þess að reykja sér af. Og það allavega gott fyrir mig að vera góður að mér í fræðunum. Þá mikla líkur að maður geti kennt betri kennslu, rétta kennslu, og gagnlegri kennslu vegna þess að orðið svo vítt. Þú togar úr orðinu og verður því svona víðþekkjandi manneskja. Það ekki heimskulegt að fylgja orðinu. Það gerir alla menn að greindara fólki því að orð Guðs lífið sjálft og lífið sjálft lýgur ekki að þér. Þess vegna elskar orð Guðs því að þú veist að það sem það að segja þér satt og rétt. Og þegar þú veist þetta, þá næsta skref að fara þá eftir því, sem
annað mál og mín ákvörðun. En sumir hafa lært að fara eftir því vegna þess að þeir viðurkenna það leið að þetta sé besta leiðin fyrir sitt líf, það að fara eftir orði Guðs. Og hér orð Guðs. Hún ekki lengur bara þessi mynd fyrir þér upp í hillu eða hvað sem eða liggjandi á borði í þessari stöðu, liggjandi stöðu, nei. Út með hann að opna og ert að fara að búa þig undir það að lesa. Sem gott mál. Ekki fyrir, ef maður les náttúrulega fyrst og fremst fyrir sjálfan sig. En að því orðið breytir manneskju, þá getur alveg viðmót þitt orðið miklu svona hlýlegra og innanlegra og fólkinu jafnvel líður vel innan þau. En það allur gangur á því og erfitt að ráða við það því að fólk svo rosalega kumpið. Það má ekki segja við, það má ekki segja það er komin upp ykkur hugsun. Það svo viðkvæmur manneskjur. Við getum þakkað fyrir það að Guð, drottinn Jesús, veit alveg upp á punkt og prik hvernig við erum. Hann veit af þessu öllu. Og þess vegna líka eru ákvæði út allt í orði Guðs hefðu þessu nú vel. Það góði strákurinn í dag. Og þú hefur hjálpar og huggara sem rosalega merkileg hugsun. Hjálpari huggari sem Jesús. Hann hjálpar okkur við þetta. Huggar okkur þegar við erum kvömpin. Við vorum særið aðeins særið og það gerir okkur kvömpin. Og hvort sem það er enn eitt stormurinn í vasklas eða eitthvað sem gerði sem hefði nú kannski betur ekki gerst eins og alltaf verið að gerast. Þá erum við kvömpin. Okkur líður ekki vel. En orð Guðs hressir okkur og styrkir og gefur okkur þá náð að við þurfum að skilja það. Af hverju? Að við erum að leggja okkur þá vinnu sem þarf til að skilningur komi til okkar og þetta er bókin sem gefur okkur skilningin. Og við erum fyllt heilagum anda sem hjálpar okkur við að skilja. Já, þetta er huggarinn okkar, það er trúin okkar og heilagur andi í okkur. Og hann vinnur sín verk að hann hefur fyrirskipanir það frá uppreisnum Jesú að gera þetta. Hann er í mér, Jesú er á himnum og þeir talast við. Og drottinn veit allt þínar hegðir vegna þess að hann er í stöðugu sambandi við þann sem hann sendi til jarðarinnar sem er heilagur andi. Þið muni hvað gerðist í loftstofunni. Þegar húsið með þessum 150 eða hvað það var sálum, allir hinnir búin að gefa stöð, þeir voru hátt í 500. Og allir hinnir búin að gefa stöð, nefndi ekki að hanga yfir þessu, var ekki að hanga yfir engu, sögðu þeir, og svo fóru þeir hver og eftir öðrum. En þessi trúðu og voru vissir að eitthvað myndi gerast og það gerðist. Eftir eitthvað, var ekki rúma 40 eða 40 dag, eitthvað svona, ég man ekki hvað það var. Og þá kom þessi andi. Fyllti húsið, byrja á því, að brjála veður inn í húsinu og menn urðu varfið, hvað er hann alltaf, við brjála veður hann inni. Það var heilagur andi, hann var kominn og allir sem voru þá á staðnum fylltust heilagum anda. Og þessir 150 eða hvað þeir voru, er fyrsta fólki sem fer út, já ekki kannski alveg fyrsta fólki, en svona með fyrsta fólkinu, en það sem einhver fjöldi er fylltur heilagum anda sem er með sama markmið að segja frá, boða sem sagt. Og þeir boða og já, Kristur, já, Pétur náttúrulega fór strax út á svalirnar og hélt ræðu og það voru 3000 manns sem frelsust af þeirri ræðu, þannig að þeir voru nú fljótlega á sama degi kannski bara miklu fleiri sem voru fylltir heilagum anda. Það voru þessir 150 manns, segjum það, og plús
þessi 3000 eða hvað þeir voru margir fyrir utan. Þannig að þannig strax komin alveg svakalega flottur her sem hefur allt í sér til að boða. Þetta er krafturinn sem drífur okkur til að boða. En við erum náttúrulega bara á okkar stöðum og við erum að reyna allavega að vaksa eitthvað í þessu. En við erum með heilagan anda og það er heilagur andi sem drífur okkur í öll þessi verk. Til að mynda að taka fram bókina, opna hana og lesa. Og við í þessum þætti hefum lesið aðeins upp úr Gamla testamentinu, en við kennum húslega að vera fyrst og fremst Nýja testamentismenn. Við bendum á hina leiðina vegna þess að það er mörg góð sagan og mörg góð kennsla fyrir okkur. Við erum núna í Nahum, það er í Gamla testamentinu. Eins og við höfum oft sagt hér, þá er þetta ekkert undirbúið, við bara opnum bókina og svo bara lesum við eitthvað svona sem okkur dettur í hug. Að þetta er í raun og veru bara ábending til fólks að gera þetta sjálf. Láta ekki mata sig, heldur gera þetta sjálf. Líka, við látum náttúrulega mata okkur því að við sitjum og stundum og svona, en við skulum líka gera þetta sjálf og þá gerum við verkin heima, því að við erum náttúrulega alltaf heima á milli og getum alveg gefa okkur tíma heima og finna okkur tíma heima, en þessi verk eru yfirleitt gerð heima, hvernig svo sem þau eru framkvæmd og hvar heima þau eru framkvæmd. Það var svona Obbi lestur sem hann fer fram þar og það er ekkert að því, það er bara plan okkar, plan Drottins að vera með þetta þannig því að hver og eitt okkar á einhvers staðar heima, hefur einhvers staðar afdrep sem er hans prívat. Þannig að við erum með þetta allt í hendi. Við erum í Nahum eins og vorum að tala við skulum bara byrja á fyrsta versi í fyrsta kafla. Sjá á fjöllunum fætur fagnaðarboðans, þessi er friðinn kunngerir. Haldið hátíðir þína Júda og heit þín. Illska mun ekki koma yfir þig aftur, hún er afmáð að eilífu. Þannig erum við bara að tala Jesú í raun og veru. Það er illskan sem er afmáð að eilífu fyrir mína trú. Og ég er að viðhalda þessari trú minni með því að gera það sem ég er að gera hér, lesa orð Guðs og hvetja sjálfa mig og aðra til þess að vera í Drottni, þá er hann í okkur. Og það merkir það í raun og veru, hann er í okkur og þú veist af því. En ef þú ert ekki mikið að hugsa þessa hluti, þá er ekki vist að þú áttir þig á því að hann er í þér. Þess vegna þurfum við að minna okkur á allt, svo margt, bara til þess að við áttum okkur á því, jú, hann er í mér. Það er ekki rétt af mér. Þurfum ekki stundum að minna okkur á það. Af hverju? En kemur aftur á orðinu veikleiki. Hann er alveg rosalegur. Þessi veikleiki okkar, og við sjáum það svo oft að því við erum svo viðkvæmt fólk. Og við vitum það að stundum það má ekki segja neitt við okkur, þá erum við stokkin upp og nef okkur bara jafnvel umbreyst í eitthvað öskrandi. Sumir eru það. Af hverju? Þú veist af hverju. Veikleiki. Þannig hann er þarna út allt. Og Kristur er að fá stöðina veikleika og bendur okkur leiðina sem er orð Guðs. Það er besta meðalið gegn þessum veikleika því aflið, styrkur, hann felst í trúnni. Og ef þú vilt ekki lesa orð Guðs, hvernig ætlar þú að byggja upp þína trú? Þá lætur þú mata þig. En á hverju er verið að mata þig? Það er annað. Þú þarft að bera ábyrgð á þinni trú sjálfur. Þess vegna lestu. Það er tryggingin þín gagnvart allir í vitleysu í raun og veru. Hvað trúna þína varðar. Viltu þetta? Ég veit allavega reikna allavega fastlega með því að þú viljir allavega eiga öfluga trú. Þetta er leiðin að öflugri trú. Að taka frá bókina, lesa,
stúdera og velta aðeins vöngum yfir, þá hefur styrkt trúnaðina miklu meira heldur en þú áttar þig kannski á. Þannig að það er tilgangur með þessu öllu og tilgangurinn helgar meðalið og svo framvegis. Þess að þú þarft að gera þessi verk og það er ekki nóg að hugsa um þau, þú verður að gera þau. Það er gott að hugsa um þau, en það er líka þörf á því að gera þau. Þegar það gerir það engin fyrir þig, ekkert frekar en fyrir mig og það er fullt af hluti sem ég þarf að gera sjálfur og geri sjálfur. Og tel ekkert eftir mér að gera því að þetta er bara partur af því sem maður er að gera í dag og því lífi sem maður lifir í dag, trúin á Jesú. Ég veit að þú tekur undir þetta, vegna þess að þú ert á sama stað og ég og það veistu jafnvel og ég. En þetta er sem sagt bókin, hún er hérna mér á vinstri hönd, rauða bókin, þetta er sama bókin en hin er svört og eldri útgáfa og læsileg, hún er svo gömul þýðingin, maður skilur hann ekki á alla og nennir ekki að lesa hana. En þetta var nú íslenska máli þá. Þannig að við þurfum að fylgjast með þessu og breyta textum í þá átt sem að þetta er bara raunveruleiki. Það er raunveruleikin að málið breytist. Ef við viljum, getur náttúrulega ekki gert það, en sem við vilja hafa þetta bara náttúrulega grári í forneskju, en það er sem bara þvæla að vera eltast eitthvað við það. Sumu verðum við að fylgja. Og það er ekkert rangt við það að fylgja sumu, en við fylgjum ekkert öllu. Það er aldeilis ekkert gott að fylgja einhverju sem er slæmt og vond, en sumir gera það nú. Þess vegna er allt þetta í gangi sem er í gangi og alls konar uppi. Og enginn fer frá neinu nema tvílæstu og þrílæstu orðið. En þeir tíma voru á Íslandi að maður hafa svona undir hæli lagt hvort að menn læstu á eftir sér ef þeir færu út. En það gerir það enginn í dag að skilja eftir ólæst. Því hann veit, það má alveg eiga von á því að koma öllu tómi hjá sér út í það er farið. Það er aðri tímar og veistu af hverju. Því guðleysi er alltaf að aukast. Það er minni áhersla lögð á það að menn séu biblíufrútt fólk vegna þess að það er ráðist á trúmanna. Hún hefur alltaf reyndar verið gerð svona tortryggileg, en að hvaða öflum er það? Hvers völdum er það? Hann heitir Satan, hann er enn með sama vopnið að gera þetta allt saman tortryggileg. Þess vegna, og meðan hann getur, þá heldur hann vantrúnni þar. Svo kemur boðunin og hún náttúrulega gerir sitt gagn, hún bara fer þangað sem henni er ætlað. Og svo byrjar hún að verka í einhverjum, maður veit ekki í hverju, hvaða manneski hún tekur sér bólfestu, en þegar hún tekur sér bólfestu, þá næsta víst, á einu stað, þá færist þessi einstaklingur yfir til Jesú. Ég hef ekkert með það að gera, en ég get aftur á móti verið með því að boða, það get ég. Og þetta er auðvitað leið bara boðun. Þannig hún er út allt og við því án afsökunar ef við viljum ekkert með þetta gera og hafa. En þetta hefur alltaf verið til, af því orðið hefur alltaf verið til, og orðið er til þess að leiða okkur réttan veg sannleikan, og það er sannleikur sem að Pílatus sagði það var nú ekki alveg við skiljum að það er sannleika maður er búin að heyra sem að maður verður rugglaður bara á sig. Svo kemur hann þessi feiti kallat og talar einhver sannleika. Hvað er sannleikur? Við hlægjum að Pílatusi, en hversu oft höfum við ekki spurt okkur raun og veru þessara spurningu, hvað er sannleikur? Ég voru að reyna að hitta á þetta maður, það var ekkert af þessu gengið. Hvað er sannleikur? Þú getur leitað, en stundum erum við að leita á röngum stöðum og þú finnur aldrei sannleikan á einhver röngum stað. En ég er að benda þér á sannleikan, hann er hér, í þessari yndislegu bók, sem að þú tekur undir að sé,
þar segja, já, að hún sé, vegna þess að ég líklega ert þú nú trúi manneski sem ert að hlusta á þetta, þó þú veist alveg hvað málið snýst. Og þú ert meira að segja, lest þetta á hverjum degi. Þannig að það þarf ekki hvatningu til í þínu tilviki hvað þetta varðar, en samt gott að vera með svona þátt, því að það ekkert allir þarna. Það sumir sem alltaf eru á leiðin að gera eitthvað, gera aldrei neitt. Og svo eru aðrir sem fá svoleiðis áhugan maður að þeir springa á liminu og klára ekki verkið. Og hvenær klára maður verkið? Trúin daglegt verk á meðan þú lifir, þannig að þú klárar það aldrei. En hún mun færa þig yfir í ríki Guðs þegar að jarðvistinni lýkur. Og þess vegna eru vaðisum. Því að þú ert meira en það sem þú sér. Þú ert að horfa hér á gamlan feitan kall og Hafnarfirði. En hann fylltur heilugum anda og á til trú á Jesú og því á leiðin eitthvað. Leiðin hvert. Til staðarins sem Kristur á. Þetta ekki roki? Ekki fyrir trúna, því hún meðtökur þetta, hún veit af þessu. En vantrúin hristir skallan. Svo mikið að hárkallan flýgur af. Þannig að þetta allt í gangi. En við megum ekki láta þetta stoppa okkur, þessi sjónarmið stoppa okkur, að því við vitum að fyrst og fremst eru þau röng, og eru röng vegna þess að þeim haldið röngum af afli sem að kemur gegn Kristi. En Kristur gaf okkur vald yfir, þannig að það ræður ekkert yfir okkur lengur. Það réðu öllu yfir okkur og fór svoleiðis í rosalega fílu þegar að það var ekki hægt að gera það lengur. Þess vegna koma þessar ofsóknir. Og það líka frá þessu afli. Þegar það hefnigjarnt og illt og vond og þú vilt ekki þekja það, en ert samt að nudda þér utan í það. Af hverju? Að þú heldur þetta sé eitthvað annað en það er. Þetta er vandi. Þetta er vandi við að eiga að því við erum veiklunda fólk, svo ég segi það nú einu sinni. En getum orðið öflugt fólk og styrkt, þar segja ef við leitum þangað sem að sannleikurinn og þetta er sannleikur sem þessi bók að segja. Það er fyrir margt löngu hef ég áttað mig á þessu. Þannig ég fyrirverð mig ekki fyrir það að tala eins og ég tala vegna þess að ég veit að þetta er það sem að bæði ég og þú þurfum að heyra. Ég meðtek þetta fyrir mig og það nægir mér alveg. Hvað þú gerir veit ég ekki. Því ég veit ekki hvernig menn taka þessu. Líklega tekur þessu illa ef þú ert ekki á þessu sama stað og ég. En á sama stað og ég, þá líka tekur þessu vel. Þetta er alveg svartkvít mynd sem verður að draga hér upp. Ekkert sem ég get gert, nema bara ég get haldið áfram að gera það sem er rétt og það er rétt að boða orð Guðs. Já, svo lesa hérna. Grípum bara niður í þetta svona það sem okkur finnst rétt. Við erum í 22. kafla Mattheusar Guðspjalls og byrjum í 18. Jesú þekkti ilsku þeirra og segið, hvers vegna leggið þið snöru fyrir mig, hræsnara? Sýnið mér peningin sem goldin í skatt. Og þeir fengu honum denar. Hann spyr hvers mynd og nafn á peningnum. Þeir svara keisarans. Hann segir, gjaldi þá keisaranu það sem keisarans og Guði það sem Guð sér. Einfalt mál. Þeir voru að búa til ykkur bastard úr Kristi og segði eitthvað allt annað en þetta. Þegar þeir heyrðu þetta undruðust þeir yfirgáfu hann og gengu burt. Þannig að skatturinn ekki af hinu vonda, heldur að Guði gefin. En skattsvikin hins vegar eru frá hinu vonda og sumir eru þar og ég hvet á til þess að hætta því hér og nú. Því að það geta allir menn, en það er komið tíma á þetta og við kveðjum hér, Konráð Rúnar Friðriksson kveður og kemur aftur eftir viku. Verið sæl.